Ég fæ mér vatnssopa þá. Heyrðu, klukkan orðin 8. Þetta er rauðaborðið á Samstöðinni og þá var það fréttir. Hérna hjá mér Björn Þorláks og Sigurjón Magnús. Heyrðu, allir frétt dagsins sé ekki Hæstiréttur sem að kom með dóm í máli Neytendasamtakanna gegn Íslandsbanka. Þetta eru mörg mál sem í gangi. Þarna eitt mál sem farið upp. Þetta var svona ýmist, þau unnu svona ágætis sigur í héraðsdómi, Landsréttur sneriði við, Hæstiréttur tekur undir með kröfu Neytendasamtakanna að langmestu leyti. Já, þetta það talað fullnaðarsigur. Fólki sem að höfðaði málið eða það fær ekki út úr þessu, enga peninga. Ég skildi ekki, það fagnar allir sigri. Já, það er svolítið gott það er svolítið gott fyrir bankana miðað við niðurstöðuna eða þeir þurfu ekki að greiða nema eitthvað klink. Það sem þeim bannað að gera, þeir mega ekki þegar þú tekur lán, að þá maður ekki segja þessu breytilegi vextir og svo breytum við þessu bara eftir í hvernig okkur gengur og fleira mér sem endaði listin, þannig að það geta breytið bara með hvaða ástæðu sem þeim bannað að gera það. Það sem þeir verða með að gera, þeir mega miða við breytingar á stýrivöxtum Seðlabankans og þetta er óverðtryggt lán. Og þá þýðir það líklega hérna í frá að ef þú tekur lán, þá tekur á stýrivöxtum Seðlabankans pluss 4% stig. Og þannig verður lánið þitt. Þannig að þegar þú getur verið spenntur að hlusta á Ásgeir Jónsson, halda ræðu og sjá hvað lánið þitt hækkar eða lækkar. Banki má ekki vera með eitthvað svona skringileg heit í því að reikna út. Ekkert fiffiri. Það sem kemur fram og þeir með bara nóðu þetta og þetta fólk sem á bak við þetta sem við ættum náttúrulega að þakka fyrir að nenna að fara með þetta alla leið þannig að heldur betur. Það fer ekki neitt og ég var að hugsa þetta eitthvað svona á leiðinni að hækkanir á stýrivöxtum á undanförnum svona 3 árum hafa náttúrulega verið langt umfram verðbólgu. Stýrivextinni fóru úr, hvað var að koma þetta niður í bara 2% eða neðar og nú fóru þetta upp í 9%. Þannig það er miklu meiri hækkun heldur að nemur verðbólgu eða nokkrum öðrum hlut. Þannig það er eiginlega besta viðmiðun sem bankandi gátu haft svona undanfarið 3 ár. Þar fyrir framan var þetta alls ekki þannig. Þá lækkuðu stýrivextir mjög hratt og eitthvað fleira. Þannig ég gæti trúað þegar Íslandsbanki er búin að reikna þetta að þá kom í ljós að þeir sem eru með eldri lán að þeir fá kannski eitthvað út úr þessu. Að þeir sem eru með yngri lán á tímabilinu þegar Ásgeir skrúaði stýrivextina upp úr öllu valdi þeir fá náttúrulega ekki neitt. En lætur bankin ekki þá bara að það er hver og einn að láta á þetta reyna? Nei, þetta hann fer bara núna og reiknar. Munið ekki eftir hrun þegar voru dæmd ólögleg erlendulánin. Þá var það bara mál einhverja nokkra einstaklinga, ég held að það eru 5 einstaklingar og bankarnir bara reiknuðu það og greiddu það allt saman út. Það voru töluverður upphæðir. Við erum með frétt frá Heimildinni þar sem þetta hefur áhrif á 70.000 lánasamninga. Ég veit ekki alveg hvort að það ávið bara þetta eina mál sem er óvertryggt rán. Ég sagði þetta óvart. Rán Íslandsbanka. En það náttúrulega eru líka verðtryggt lán á leiðinni og svo það lán mál gagnvart Arion banka og Landsbankanum. Öllu líkjum þá afgreiðir Hæstiréttur þetta var mjög hratt og þetta er það sem gefur tónin þannig að það má ætla að öll mál fari á samhátt. Það gæti líka verið að yrði bara þau færu ekki fyrir dóm að þessu verði bara einhvern veginn sópað. Já, bankandi bara afgreiðir þetta svipað og ég var að segja áðan var gert þetta með láni erlendurlánin. Ég held að það hafi ekki verið allir bankandi sem dæmdu það bara sáu allir sengsína útbreyta og afgreiddu málið í takt við. Var það ekki bara einfaldara í rauninni þau voru bara ólögleg lánin en ekki, það er engar aðra breyttur í því en það er mikið færri breyttur heldur í þessu. Nei, þetta er mjög einfalt vegna þess að þú mátt ekki nota neina aðra aðferðir við að breyta vöxtum nema stýrivaxtabreytingar. Þannig að nú er bara búið til risastórt Excel-skjal í öllum bönkunum og öllum lánunum kert í gegn. Sums staðar er þetta yfir strikið og fólk fær þá ekki
ef að stýrivextin að hækka meira heldur en vextirnir, að þá fær fólk ekki bakreikning. En ef það er öfugt, að þá á fólk inni í bankanum. Já. Mér finnst margar víddir í þessu máli. Ég tek undir með þér, Smári, hvað það varðar að við að þakka þessu fólki sem er búið að vinna þessa vinnu. Og neytendasamtökunum, margir sem hafa sviknað blóði, nákvæmlega. Og það er mjög mikilvægt að það sé unnið gegn geðþóttavaldi bankana. Til þess að reikna bara inn í klásúlur vexti. Nú þurfum við bara að kaupa nýtt tölvukerfi eins og einhver sagði og þá ætlum við að láta þig borga hærri vexti og eitthvað svoleiðis. Rekstrarafkoma eitthvað svoleiðis. Ég held að það sem er best við þetta mál er að manni hefur orðið ljóst hvað bankarnir hafa haft mikið geðþóttavald. Hann sagði í fréttum í kvöld, ég man ekki hvað hann heitir, bankastjóri Íslandsbanka, að hann sagði að þeir hefur búin að taka frá 21 miljard en það þyrfti sennilega ekki að ganga í þann sjóð. Það er næsta frétt sem við erum með sem eru Viðskiptablaðinu að eftir dómurinn kom og niðurstaðan á ljós fyrir þá hækkaði gengið í Íslandsbanka út af þessu. Þeir voru búin að taka til hliðar 21 miljard og nú er orðið svona ljóst að þeir þurfu ekki að borga það. Og líklega 21 miljardin var líklega miðað við það að allar reglurnar sem eru hefðu verið dæmdar út af borðinu og þá hefðu verið óheimilt að hækka lánin. Þannig að öllu líkjum er þetta langt fyrir innan 21 miljard sem að bankarnir eru að borga. Hann fagnaði sigri. Þetta fór ekki eins og þeir byggust við að gæti verst farið og þeir verða að gera það líklega í bókhaldinu að gera ráð fyrir þessu. Ég held að til lengri tíma þá er þetta ágætt að þeir kannist við að þeir verða að tala lán til dæmis það sem að kannski stór fyrirtæki eða þjóðríkir að taka, þá er það 1,5 tonn á reybor vexti og þá heldur það bara á því en vextinni geta hins vegar hreyfst. Það er svona eðlilegra að þegar fólk er að taka ykkur lán með breytilegum vöxtum að það sé bara miða við stýrivextina, svo ert þú kannski að borga 1,5% ofan á en að því hann er vanskilamaður þá borgar hann 4% ofan á og ég meina hvað haldið að sé vextirnir á yfirdráttarlánum. Er það ekki 10% ofan á næstu því? Þannig þá er það bara stýrivextinir pluss 10% sem er náttúrulega alveg stjarnfræðileg. Síðast reyla þetta hafa eitthvað 17,25. Og svo er það samallstaðar, þannig að ef einn bankin er að okra á mér þá get ég ekki hlaupið í næsta. Það er nákvæmlega sem kjör sem er þar. En það voru út af öðru þjónustugjöldum. Sagði bara, ég verð bara að fara hérna á banka. Það var konan Sigurjón minn. Þetta er nákvæmlega eins þar líka. Ég held að þetta sé mörguleiti frábær dagur og glæsilegur sigur. Breki að það koma hérna eftir. Breki kemur hérna eftir, það voru gaman að bera spara okkur aðeins kannski með. En mér langar samt áður Breki kemur að vitna í Marín G. Njálsson sem er nú oft hér á samstöðinni. Stofnendum hagsmunasamtaka heimilanna. Akkurat. Mér finnst hann vera svolítið hnittinn þegar hann segir í dag gekk dómur í Hæstarétti þar sem stór hluti vaxtaákvæðis breytilegra vaxta á óverðtryggðum húsnæðislánum með Íslandsbanka var dæmdur ógildur. Hæstarétti tókst hins vegar eins og ég átti von á að finna leið þannig að bankinn yrði ekki fyrir tjóni. Þetta hefur verið alltaf sagt Hæstarétt. Að til dæmis er einhver mál sem tengist fjárhag ríkisins að hann finnur alltaf einhverja leið þannig að ríki þarf ekki að borga. Þannig að þú getur aldrei sótt eitthvað svona réttlæti í peningum til Hæstaréttar. Hann gætir alltaf að því að ríkissjóður hafi það bara gott og að bankarnir hafi það gott. Herðu, við sem fara til Gaza. Þetta er frétt úr Al-Jazeera sem er svona orðaleikur sem er þetta. Ég var ekki að þýða þetta við tökum hlið en þið beitið vopnunum, segja palestínumenn. Það er skrítið vopnahlið, það er ennþá verið að drepa fólk. Og ég held að sé auðvitað hafa allir vonum að þetta fari vel, að einhvern veginn verði hægt að ýta þessu máli hægt og bítandi til einhvers þokkalegs vegs, en það er ekkert svo margt sem bendir til þess. Ég held að maður þurfa að vera svolítið vongóður til þess að geta lesið bara góðar fréttir út úr þessu, því það eru eins og þetta. Það er það var annað sem að þeir voru eitthvað ósáttur við að það líkonum var ekki skilan og snemma, þá tóku þeir helmingin af matnum sem átt að senda inn. Þannig að Ísrael er ennþá og ég meina þeir náttúrulega eyðilögðu vopnahlið í snemma árinu.
mér líst ekki tóta. Það maður að ganga með von og svona. Þetta náttúrulega allt öðruvísi dýll, svona nauðungasamningar stýrt utanfrá heldur en þegar einhverju tveir aðilar koma og semja sjálfur. Annar aðili var náttúrulega ekki við samningarna. Ég er að tala um það, sko. Þannig að það og ég held að við höfum nú varað við í áður að líta á þetta sem friðarsamninga og einmitt út af þessu. Að það er ekkert í þessum 20 punktum sem er einhver lausn á þessari stöðu frá sjónarhóli Palestínumanna. Það er eiginlega verið að krefja þá skýrilslaust og uppgjöf. Við höfum verið að fylgjast með þessu hvernig svona almenningur í Evrópu tekur þessu. Það er landsleikur núna í kvöld, hann er kannski byrjaður. Ítalía-Ísrael er borginni Udín. Það eru gríðarleg mótmæli fyrir utan og það er þó að þetta vopnahléssamningur sem komin sem við kalla friðarsamning að þá má alveg merkja það gríðarlega óánægju almennings út alla Evrópu. Við bauluðum á ísraelsku dómarana í gærkvöld og Laugardalsvelli. Það voru ísraelski dómarar og það var púað á þá. Þessu svona aðeins tengt fyrst að við erum þarna, að þá er frétt á Morgunblaðinu sem að segir að Ísraelsmenn fá ekki að keppa í heimsmeistaramótinu í fimleikum. Ástæðan er svo að þetta er haldið í Indónesíu sem er 300 milljóna múslimskt land og þeir gefa þeim ekki, þeir fá ekki vegabréfsáttun til landsins. Þannig þeir geta ekki mætt. Þeir í Indónesíu beita þá svipuðum aðferðum og Bandaríkjamenn beittu fulltrúa Palestínu á Sameinuðu þjóðunum. Herðu, ef ekki að fara niður á þing, það er nýkjörinn varaformaður Miðflokksins, hann var að gera svona, hann boðaði þetta reyndar í ræðu sem hann hélt á landsfundi eða flokksþingi Miðflokksins. Hann ætlaði að leggja til að ríkisútvarpið verið bannað að vera með fréttir á ensku og pólsku. Já. Það er bara öðrum tungumálum en íslensku. Já, það eru bara á þessu tveimur. Já. Ég tók þetta sem bara allt efni sem er... Já, allt efni sem er á öðru málum heldur íslensku út með það. Ég er að velta því fyrir mér, heldur hann að samfélagið okkar verði betra ef það verður svo pólariserað að bara Íslendingar sem kunna íslensku geti fengið mikilvægar upplýsingar í gegnum ríkisútvarpið? Ég notaði útvarpsgjaldi þegar við tókum svona nokkra sirpur á því að tala stöðu innflytjenda og að því að útvarpsgjaldi er tekið af öllum sem er á vinnumarkaði. Og sem eru skattþegar eða skattgreiðendur á Íslandi. Það er ekki bara ríkisborgarar sem borga útvarpsgjaldið. Og ég tók þetta sem dæmi og ég var með innflytjendur og segja, ef það er verið að taka af ykkur útvarpsgjaldið, af hverju gerir ekki kröfu á ríkisútvarpið að þið fá ykkur að þjónustu? En ég leita á þetta bara þannig að þú borgar inn í hið opinbera, þá átt þú rétt á þjónustunni, þetta er svo félagsgjöld. En ef ég borga inn í ríkisútvarpið, þá fæ ég enga þjónustu á pólsku. Hvað finnst ykkur þetta? Jú, mér finnst þetta mjög svona kaldranaleg kveðja og skamsýn hjá Snorra að vera... Já, hjá Snorra? Já, mér finnst hún kaldranaleg og skamsýn. Hann er að taka sér einhverja stöðu sem er í íslensku stjórnmálum. Alltaf einhverja stöðutökur. Það er kannski allt í lagi benda á það að þegar við erum farin úr loftinu þá verðum við talið biskup Íslands í kvöld. Og það ræði ég meðal annars við hana... Á pólsku? Ekki á pólsku. Ræði meðal annars við hana. Ég held að það sé í fyrsta skipti sem hún tjáir sig eftir að hún greip inn í Kastljósþáttinn fræga með Snorra. Þannig ég mæli með því að... Snorri gekk fram af henni eins og mörgum öðrum. Já. En það má svo sem það er náttúrulega sjónarmið að það eru 70.000 innflytjendur á vinnumarkaði og það komu kannanir að bara 30% þeirra geta bjargað sér á íslensku, þannig að það eru þá næstu 50.000 mann sem að borga útvarpsgjald. Og kannski er það bara rétt að við tökum eins og stundum, stemmingin er svoleiðis, verkalýðshreyfingin hefur verið gagnrýnd þetta, það var fyrir nokkrum árum mjög hart gagnrýnd fyrir það. Þeir var að taka félagsgjöldin á innflytjendum, ég gerði ekkert fyrir þau. Þetta var það verið svona 10 árum að þá var þetta bara alvöru gagnrýni. Og þá var þetta hugmyndin ef ég borga þarna eitthvað inn, fæ ég ekkert í staðinn á ég bara borga inn og til þess að þið getið haldið ykkar höll á lofti. Þetta breyttist með Sólvogi og Önnuveldi. Já, og svona ýmis umræðu sem á þeim árum. Herðu, talandi dagskrárvald, Snorri var náttúrulega í dagmálum í morgun að tala íslensku. Þar var Lilja Alfreðsdóttir með honum. Hvað?
Þetta er dagmál, þetta er svona rauðaborðið þeirra upp í Hálfdægismáum. Og þau voru þarna að ræða. Ég er bara að benda á þetta hvað honum er gefið mikið pláss. Við gefum honum pláss, við erum alltaf að tala hann. Herðu, en nýr þingflokksformaður Miðflokksins, hann verður kynntur á morgun. Já, nú horfum við á myndina og hver verður það? Þið verður að gíska. Það verður önnur konan. Já. Þá er það Sigríður Andersen, því hún er þingreynslu. Hins vegar var það á það bent hérna, ég held að það hefur Eiríkur Bergmann sem var eitthvað að kvarta yfir því að það var verið farið að velja þingflokksformenn sem hefði ekki þingreynslu, Samfylkingin og núna Sjálfstæðisflokkurinn og eitthvað fleira. Já, þá er það Ingibjörg. Þá steig hérna Ólafur Þ. fram og sagði að reynsla sýndi að það verið búið að reyna þess að með reynsluna pröfuð þá hína. Það var eiginlega betra að hafa reynslulausa þingmann þessi formann. Já, eins og dæmi sanna bara. Hvað hefur þetta verið ákveða morgun, þannig að við getum rukkað ykkur annað kvöld, hvort það hefur rétt fyrir ykkur. Ingibjörg, segir þú? Smá galli á Sigríði á Andersen að hún er náttúrulega engin sérstakur diplómat eða er þetta allt saman leikur hjá henni, þessar endalausu snerrur. Oft er þannig að þú ert bara settur í eitthvað hlutverk, ef þú settur í hlutverk að tala á milli tveggja manna, þá bara gerur það. Ég ætla ekki að spá. Smári getur búið vitni það að pappennar er með allar skemmtilegustömbanum. Já, mjög skemmtilegu vinnufélagi. Bergþór það hafa þetta mikil sneipi fyrir honum ef hann færi þetta ekki aftur. Hann færi þetta aftur, ekki það ekki. Hvað ekki? Hann er búinn að skella eftir sér maður og henda lyklunum. Þetta er bara eins og í fermingaveislu, þú veit að má bjóða þér hérna súkkulaðiköku, þú segir nei takk og svo segir, heyrðu, ég ætla kannski að fá súkkulaðikökur og svo það bjóða þér, heldur ég segi bara þú er búinn að segja nei. Ég held að það er þetta auðlalegast og öll auðlalegu. Mér fannst að Þórarinn Hjartarson hætta í miðri sögu þegar við vorum að reyna að fá upprúnum í gærkvöld við Rauðaborðið í fréttatímanum. Hvaða ferðalag þetta hefði verið hjá Bergþóri? Hann var að segja frá því, hann tók viðtal við hann sem frambjóðanda. Svo þegar hann var búinn að því, þá hvíslaði Bergþór á hann að hann ætlaði að hætta við. Já, sem er fyndið, en það er eitthvað ósagt enn í því. Herðu, ég tek hérna forsíðuna á Mogganum, af því að þarna eru þessi tveir menn. Ækværi sætir. Þetta er algjör og dúllur. Og eiga vonu varanlegan frið. Ég las leiðarann sem er augljóslega eftir Davíð Oddsson. Og það er ótrúlega mikið verið að mæra Donald Trump. Þannig ég leti þetta fylgja með þarna út í miðflokknum sem að mér finnst vera að verða ansi Trumpista löguflokkur. Og næsta frétt tengist því að Sigmundur Davíð stíð upp í pontu og var eiginlega að við erum að heyra í kallinum. En hvernig á hann að fá velunin áður hann keppir í golfinu eða hvað? Allir saman hvernig að fer, þetta er eins og í Norður-Kóreu, bara vinnur alltaf. Velja fyrir eitthvað annað en golfið. Hún hefur tekist þetta að vinna núna með að fá alltaf forsætisráðherra Finnlands með sér sem er mjög góður í golfi. Þannig hann er alltaf í hollinu, ég kann ekki að spila golf, þannig að það er holl að vera í hollinu. Hann er alltaf með forsætisráðherra Finnlands með sér. En Sigmundur vill að það sé bara öryggismál fyrir Ísland að gera gott samband við Trump sem allra fyrst og rækta það. En það því að þessi ástímiðinu hann bjóðum við golfherma, ég er ekki viss hann vilji það. En Sigmundur, mér finnst þetta að vera svona skref sem að miðflokkurinn er að stíga, bæði með Snorra og hvernig Snorri talar og svo þetta hjá Sigmundur núna, að þeir líta á sig sem eitthvað svona íslenskan stjórnmálaarm republikanaflokks Trump. Er það ekki? Og fáið mokkið þeirra málkak líka. Þeir eru komið húr með sömu slagorðunum. Og mokkinn er á sömu línu. Og búin að vera lengi reynda. Þetta mærir Trump gríðarlega í þessum leðara. Kannski að Davíð sé svona pólitískur ágæfið miðflokksins. Kristóf Frostadóttir kom upp í pontu eftir þessu. Sagðist það var hitt Trump tvisar, það er vel á með þeim. Sigmundur kom upp og sagði það var ekkert nóg að vera eitthvað hitt hann í lyftu. Það verður bara, við erum að setjast niður og ræða við valdamestamanninn. Hvað finnst ykkur þess að eins og þú sagði öryggis- og varnarmál sem að skammtíma hagsmunir okkar teknir fram yfir prinsip eins og flestar annarra ríkja.
þetta ekki alveg einfalt. Þú segir að þeir ráðið því sem þið vilja hérna heima, þannig að það varnarsamningurinn sé það víttakur. Þið munið að John Bolton sem var öryggismála ráðgjafi Trump á fyrra kjörtímabilinu og slættist nú upp á mótið þeim og Bolton á engin nógu slæm orð til þess að lýsa fyrirlitningu sinni á Trump. Hann sagði ekki ringja, ekki bara play dead eins og sagtir, látið bara eins og þið sé ekki til, því öll athygli sem við fáum frá Trump, það verður bara til eins verra. Já, svo það. Þeir eru í þokkalögum málum, ekki ringja, segir hann. Herðu, við sem færum til Frakklands, þar er verið að reyna að tjasta saman ríkisstjórn, hann Sebastian Lecornu sem var 14 tíma áður hann gafst upp síðast, hann var settur í hlutverki aftur og nú mætir hann niður í þing og búin að gera samkomulag við sósíaldemokratana og hluta af þeim og kommunistana og svona einhvern hóp að verja sig vandrusti. Það er líklega bara kannski kemur þetta í ljós bara meðan við erum að tala eða á morgun hvort að þetta gangi upp hjá honum og þá dregur hann tilbaka frumvarpið sem vakti mestu úlfúðuna, voru mótmæli núna í sumar, tvisvar sinnum verkalýðshreyfingin í mótmælum vegna þess að átti að hækka eftirlaunaldurinn. Þannig hann samkomulag hans að fá ekki vantraust er að éta ofan í sig raunverulega það frumvarp sem eru valdið Macron mestum skaða innanlands. Þannig að þetta er Þannig verið að leika allt til þess að komast hjá því að lenda í kosningunum. Sko. Þannig að þá éturðu bara stefnuna þína, en þú ferð þá að halda djöfinu. Engi prinsip? Ég heldur það að sé þannig hjá þeim. Og ég er ekki viss um að þetta kom ekki það. Er prinsipfastir frakkarir? Einu sinni þóttu þeir það, en nú eru breytti tímar. Talandi prinsip, þá er Nettafrétt svona mjög prinsip þetta mann. Þetta er hann Aðalsteinn Jóhannes Halldórsson og er oddviti Tjörneshrepps. Þetta er aðalmaðurinn. 56 íbúar eða hvað þeir eru. Kópaskeri? Er þetta ekki Kópaskeri? Nei, þetta er Tjörneshrepur. Þetta er svona, það aðeins lengri en Húsavík. Já, ég veit hvað Tjörneshrepur. Ég held bara, Ég hef alltaf verið viss að ég hittir að mann og talaði við hann nokkrum sinnum. Og hann útskýrði fyrir mér einhvern tímann af hverju þessi hreppur stæði bara ágætlega. En ég bara get ekki endur svo þetta. Þau þurfa ekki að sinna mjög mikil þjónustu því að ég held að sem lítið börn og eins og ég segi. Hann er langingstur. Já, hann er langingstur. Ég held að hann hefði bara verið 21 eða eitthvað þegar hann var oddviti. Hann hefði bara oddviti þannig í 10 árið eitthvað. En af hverju afþakkar svona fámennt sveitarfélag svona stórt framlag frá jöfnunarsjóði sveitarfélagana? Það er náttúrulega spurningin sem við spurðum okkur þegar við heyrðum fyrst af þessu. Og henni var svarað þegar leið á daginn. Hann er smeykur að þetta séu mútur. Og ef þeir þykki þetta fé þá verður þeir nauðungar sameinaðir öðrum sveitarfélögum. Og Húsavík líka. Já, og það hefur Norðurþing eins og það heitir. Og það hefur svona risismá bylgja á Norðurlandi. Við erum að tala að Breki áðan væri hetja og þau varu hetjur sem að lögðu út í vaxtamálið. Þarna er kannski fætt önnur alþýðu hetja á Norðurlandi. Ég verið að fylgjast með á mínum samfélagsmiðlum að mönnum finnst þetta alveg gríðarlega gott hjá honum. Og nota þetta sem rök fyrir því að svona eigi sveitarfélög að standa í lappirnar frekar en að láta Boðvald ráðherra, Eyjólf ráðherra segja hverjir eiga samanist hverju. Það er náttúrulega gríðarlega óánægja smærri sveitarfélaga sem hafa verið í sameiningu. Og það hefur verið umræðu bara núna og í tengslum við vilja Eyjóls innviðaráðherra að sameina fleiri. Og það til dæmis voru samþykktir núna held í heimastjórninni í Múlaþingi sem er á Seyðisfirði að þeir voru með eitthvað svona kröfur á Múlaþing að þeir gerðu eitthvað í atvinnumálum og annað slíkt, þannig að komið svona tónn í það. Það voru heimastjórnina voru til að setja þar til þess að fyrirbyggja það að stóri valdi alltaf yfir litla, eins og til dæmis í Norðurþingi var ekki þeirra Húsavík sem að lokuðu sundlaugin er ekki Raufarhöfn sem til Norðurþingi. Þeir lokuðu og svo er rosalegt skutt með skólakrakka og svona. Og svo líka eins og í þess Húsvíkingarnir, þeir voru ekki að segja sig út úr eitthvað sem hét eitthvað atvinnuráð Norðurlands eða eitthvað svoleiðis. Þannig að allt fór bara til Akureyrar. Þannig að þessu er miklu betur fyrir okkur að vera bara sér. Og þá er þetta þannig að það sem er í Húsavík fyrir Akureyrar, það sem er í Raufarhöfn fyrir Húsavíkur
og ég trúi því vel að þegar litli kemur og stendur í lappirnar á móti þessu að menn nýta á hann bara, þarna kemur tótt sem við höfum að heyra fyrir löngu. Og Eyjólfur virðist hægt og rólega að vera átt að segja á því að hans örlög gætu orðið þau nákvæmlega sömu og fyrirrennarar sem hafa reynt handaflsaðgerðir til þess að þvinga sveitarfélög til að sameinast. Þetta skemmtilegt mál, en ég finn eiginlega bara þetta í landsbyggðarfréttunum. Ég með fréttina frá Austurfrétt. Það eru hörð mótmæli 19 sveitarfélaga komin til innvaraðara vilja til þessa samningu. Og samt hans markmið miklu mildara heldur en til dæmis Sigurður Ingi ætlaði að sameina miklu fleiri. 1000 manns væri lágmark, en hérna 250. Já, 250, 400 minna. Það sem að Eyjólfur með. Það datt inn könnun frá Prósent, það spurt afstöðuna til aðskilnaðar ríkis og kirkju. Já, ég ræddi þetta líka við biskupinni í kvöld. Þannig að sjá að 52 vilja aðskilnað, 21% á móti því og 27% segja hvorki né. Ég setti þarna 71%, það ef þú tekur bara þá sem að taka afstöðu sem svona algengt. Því að þeir sem segja hvorki né, það er langt líklegt að afstöða þeirra verði lík hinna sem hafa tekið afstöðu. Þannig að mér finnst þetta svolítið mikið. Hún segir að sé röng forsenda í spurningunni, aðskilnaður ríkis og kirkju. Hafi de facto farið fram. En þetta spurning sem var í þjóðaratkvæðagreiðslunni stjórnarskrána. Það var meðal annars spurt þetta. Og þetta var það eina sem að þjóðin greiddi atkvæði á móti tillögum stjórnlagaráðs. Og það var sagt af því að þessi spurning sneri öðruvísi. Þannig ef þú sagði bara alltaf já, að þá varstu eiginlega að segja nei við tillögu stjórnlagaráðs þar að koma þessu. En hins vegar finnst mér það að því að þeir sem eru tansi fylgjandi tillögu stjórnlagaráðs segja sér svo að við verum að fara eftir þjóðaratkvæðagreiðslu. Þá er það að gilda líka þetta. Þannig að svona næstu 15 árin sem er reyndur að fara að koma á bráðum, að þá ertu ekkert að deila þetta. Ég meina þjóðin er búin að segja það, hún vill ekki hún vill halda í þjóðkirkjuna. Og tímum stjórnlagaráðs þá voru prestar ríkisstarfsmenn, þeir eru það ekki lengur. Núna eru þeir þjóðkirkjustarfsmenn. En það er en það er svo mikið nýju fólki og hann að farið síðan að þjóðaratkvæðagreiðsla fór fram og hann ætti að taka gildi svona löngu seinna. Hvað má það? Við ættum kannski að taka þetta upp einhvern tímann. Við gerðum það snemma í samstöðinni og þá fannst mér að eins og að væri jafnvel þeirri sem að voru inn í stjórnlagaráði sem að væri af því að svona langur tími liðin og að þetta búið að fara svona illa þetta mál, þá er eiginlega leiðin svo eiginlega að kjósa nýtt stjórnlagaþing og fela henn því að vinna úr til frumvarpinu, sleppa bara þinginu og að þingi myndi segja að það væri þá stjórnlagaþing nýtt sem myndi þá leggja nýja stjórnarskrá fyrir þjóðina og klippa bara alþingi út. Ég held að það sé einhver svona sátt leiðina sem er eina leiðin til þess að höggva á þetta. Þetta er náttúrulega algjört mein í Íslandssögunni að það hafi verið þjóðaratkvæðagreiðsla sem að stjórnvöld fari ekki eftir. Það er bara... Herðu, Rúvar með frétt sem að tengist kannski svona menningarstríðunum. Það var áróður gegn transfólki, var dreift á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er verið að sýna þetta transreglífin, heitir þetta. Og það sé að segja hverjir eru það sem er að keyra áfram transmál og það er skipt í það er einir viðkvæmu, það er þá fólk svona sem að glímir við fjölþættan geðrann að vanda sig. Ég geti verið að lesa þetta sko. Þetta er svo ógeðslegt. Já, þetta er leiðindar áróður sko. Og síðan er það tískufylgjendur sem eru svona vilja bara þetta sé svona svipa á að vera í pönkinu eða í goth, að vera svona eitthvað staðar að styðja transfólk og svo er það rándýr sem er alltaf að nota þessa aðstöð til þess að komast inn í kvennaklefan eða taka þátt í íþróttum og eitthvað fleira. Þetta verður að dreifa en ég allt útlit á þessu að því við erum stundum að tala um það hvort að við sem að flytja inn menningarstríðið frá Bandaríkjunum. Allt sem að útlit, þetta er samtökið 22, þannig að formaðurinn er í miðflóknum, var meðal þess að tjá sig að því það var transkona sem að kom upp í pontu og var svo ekki boðið í matinn eins og fréttirnar voru en það kom í ljós að hún hafði ekki þegið það. En þá var hann eldur sem að steig upp og rakirti þessa transkonu. Það er hann sem er að dreifa þessu.
En svona bara allur tónnin og all hugtökin í þessu, það bara beint flutt inn frá Bandaríkjunum. En það hérna bakslag, þetta kallað bakslag þegar það sem að fólk ekki verið í friði fyrir svona rakyrðingum, það allir að þóla það. Og það bakslag í kvennabaráttunni víða heim og það allavega mat þingsins á Spáni. Þess að þeir ætla að setja það inn í stjórnarskrá til þess að verja þessi fyrir ykkur yfirtöku ykkur á Trumpista, þannig að þið geti fellt í burtu rétt kvenna til þungunarrofs. Þannig að það hefur verið að samþykkja það og ganga frá því á spænska þinginu að það í hluta stjórnarskránni til þess að gera það eiginlega ómögulegt fyrir að Trumpistanir eru þó að halda völdum í langa tíma til þess að ná að taka þessi réttindi af fólki. Og það þýska stjórnarskráin því ekki hana, hún bundið með miklu meiri svona lýðréttindi og borgarréttindi heldur nokkur annur stjórnarskrá. Þannig að kannski verður það hluti af stjórnmálaumræðinni, hvernig getum við varið okkur fyrir svona niðurbroti samfélagsins eins og Trump að standa fyrir. BSRB sendi frá sér umsókn fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar. Maður fyrir vonbrigðum með það. Þess að þau gagnrýna að það að ná framhaldandi niðurskurð. Þau segja reyndar þarna að séu nokkur atriði sem fagna. Það til dæmis fjölgun hjúkrunarrýma, auki geðheilbrigðisþjónusta fyrir börn og stuðningu við börn og ungmenni í vanda, framlög til löggæslu aukin, eitthvað svoleiðis. En þau meira og minna verið að benda á að þarna bara áframhaldandi óbreytt stefna. Það engin ný tekjuöflunarleið til þess að bæta fyrir niðurbrot og hrörnun innviða og grunnkerfana. Þannig að þetta eins og komið fram oft þegar við erum að ræða þetta hérna við rauðaborðið í ýmsu þáttum. Það kemur eiginlega fram að fjárlagafrumvarpið eiginlega bara framhald af efnahagsstefnu fyrir ríkisstjórnar. Já. Það bara þannig. Og þá skulum við kannski taka hérna eina frétt sem var á Sýn. Það biðtími eftir geislameðferð, hér lengri hérna. Já, hættir. Þannig að þessa konu sem býður á biðlista eftir því að fara. Hún greindist með krabbaminn og fór í meðferð og síðan fekk hún að það fréttir að það hefur tekið sig upp aftur og að bíða eftir geislameðferð sem náttúrulega mikið álag fyrir fólk. Já, mann finnst mjög mikið þessar sögur þessa dagana, finnst ykkur það ekki? Við höfum þetta eiginlega sem þema hérna, við tökum þetta alltaf í smá búntum hérna til þess að benda á þetta. Það er mörg verkefni sem býða þessar ríkisstjórnar. Heldur betur. Einmitt. Það er önnur frétt hérna, það er Kristrún að svara því að ljósið, það fekk ekki að vera að skera niður framleiðin til þess. Já, það er ekki alveg samt komin niðurstaða í það hvort verða skorin svona mikið fjárframlögin til ljósins. Er það ekki ennþá opið? Það er alltaf sagt, það kemur önnur umræða, þetta er líka sagt íslensku kennslu til útlendinga og það er mörg atriði í þessu frumvarpi sem eiginlega svona fyrirframundi engu dettað í hug. Það er ríkisstjórnin fyrir að skera niður framlög til ljóssins. Nei. Ekki nema því að hafa einhvern grunum að fénu sé ekki ráðstafa sem skildi en það hlyti þá að vera einhvern. Ég veit að bara ljósið hefur svona áttinn komið í mína fjölskyldu. Ég held að það við meila næstu við alla. Það þekki ykkur svona dæmi þar sem fólk lýsi fyrir manni hvað þetta gerði stórkostlega mikið fyrir. Ég held að bara allir þekki slúið stæmi. Þetta er skelfilega asnalegt og þetta er ekki nema 200 milljónir. Nei. Það nýtist nefnilega mjög vel fé sem er hérna svona grasrótarsamtök, það sem eru fólk sem þekki sjálft vandan. Það nýtist þau frábærlega vel. Miklu betur heldur en að þeirra eru svona ótengdir að reyta. Önnur svona kannski sambærileg frétt að vera að vísa 4 ára fjölfölluðum dreng frá Venezuela. Hann fær ekki vendi hérna. Svolítið velti hérna upp hvort að þessi mál fái minni umfjöllun núna heldur en að var kannski í tíði síðustu ríkisstjórnar. Miklu minni. Stemningin er önnur. Það er bara þannig. Við erum orðin kaldari gagnvart þessu. Sem þjóð, já. Heldur að það geti verið að það er engin viðspyrna á þinginu? Já, ég held að skipti mjög miklu máli. Herðu, Financial Times, það er hérna að vera að vitna ég held þetta sé skýrsla sem að er vitnað í út allan heim, sem að hérna
könnun hjá svona markaðsaðilum og það yfirgnæfandi meiri hluti þeirra eða svona vel rúmur helmingur sem að metu það að það sé hlutabréfabóla sem við það að fara að springa og tengist gervigrindinni að mata og verðmætu fyrirtæki sem að tengta því komið langt út minnir mann á aldamótin á .com-bóluna að við séum eiginlega á barmi eitthvað slíks og það verður að fjallmyndu út allan heim og ég veit ekki hvað það þýðir þegar svona margir sem að meta að sé bóla þá verður bóla. Það er oft sagt sko. Sem margir blása í hana, þá lítur það að vera. Allir höfðu bara hrun, þá hrýnur. Þá er það önnur spurning, þú ert nú okkar talnaglöggastur, er það ekki? Hve mikil áhrif er það á íslenska hlutabréfamarkaðinn? Það er engin gervigrind hér. Nei. Ekki nema bara hinn mannlega gervigrind. Sem er sumi látaði þannig að þeir séu gáðar eða eru. Það er ekki mikið vit í íslenskum hlutabréfamarkaði. Þetta er fiskur og svo er þetta getur ekki hann að laga hann. Svo er þetta okurfyrirtækin sem er okra okkur. En það var kom svona bóla, MBL var að koma með bæði Daily Mail og Telegraph voru að fjalla að túristabólan í Íslandi verið sprungin. Árás á Ísland. Ómaklega árás á Ísland. En er ekki bara þess, við erum búin að búast þessari frétt í 15 ár. Já. Sko, það hefur svo mikið verið en bóla frá 2017 það er ekki þannig að Íslandsbólan svokallaða hafi verið að rísa mikið síðustu ár. Það er farið ranglega með tölur í þessari frétt og það er búin að vera umræða í fjölmiðlum útvarpinu í dag hvað gengur þeim til. Það sem er samt kannski ákveðið áhyggjuefni er að athugasemdir við þessa frétt úti bara á Facebook og svona þær hafa verið frá mörgum sem hafa heimsótt Ísland og þeir eru að tala að já, ég var ég þarf ekki að heimsækja það aftur eitthvað svoleiðis og sumpart er kannski eitthvað pínlítið til í því að auðvitað vitum við að fall play það mun hafa einhver áhrif. Ef það verður upptaka einhverja nýra skatta þá mun það hafa einhver áhrif. En okrið er væntanlega að breyta sem að væri eitthvað hægt að gera við. Ég sagði ykkur frá því að og styrki krónunar er náttúrulega þannig að túristinn hann fær bara færri krónur fyrir pundið sitt. Alveg rétt. Ég var staddur í Svarfaðardal síðustu helgi og það er fyrirtæki sem er með fjallaskíði og þeir eru með 50% endurkomu hlutfall. Annar hver gestur sem kemur til þeirra, hann kemur aftur fyrir Íslands. Já, og það eru margir sem að segja að íslenska ferðaþjónustumódelið hafi verið of einblínt á moksturinn, og við þurfum að fara betri leiðir í að fækka og hafa það á lengur og allt það. Og það getur vel verið að það getur orðið útkoman úr því ef við höldum áfram að fá svona umfjöllun þá hún skiptir sennilega einhverju máli, er það ekki? Hark Hansen vinur þjóðveri, hann var með fjölda fólks með sér, eða svona lítinn hóp með sér og þau eigi ekki orði yfir hvað Ísland er dásanlegt, þetta er þriðja ferðin hans á 6-7 árum og meiri sem náðu myndum af norðurljósum og fyrir að senda mér hvað voru fallega myndir af norðurljósum og þau bara eigi ekki orði yfir Ísland. Nei. Norðurljósin þau selja sérstaklega til Kínverja. Það er lukka að hafa verið undir norðurljósum. Þess vegna kemur fólk og giftir sig í vonum að verða undir norðurljósum. Og svo náttúrulega lendur í því að þú verður ekki undir norðurljósum og þá verður það heim. Þá hefur það mjög hljótt það. Þannig að það er ekki þannig að fólk komi og ég ætla að fara til Íslands og norðurljós voru ekki norðurljós. Því að ef að þú ætla að fara til Íslands og ætla að vera undir norðurljósum og finnur ekki norðurljós, þá er kannski lukkan ekki með þér. Þannig að fólk segir ekki frá því. Og það var maður sem þekkti til Kína. Hann sagði að túrismi bara út af þessu atriði og það er til þess að Tromsø sem er einn stærsta túristabóla sem til er núna, tengist vetraferðamenn út á norðurljósunum. Hann sagði þið bara get ekki ímyndað ykkur hvað getur komið mikið af fólki. Nei, allt sem er ómanngert hér á Íslandi, það er frábært. Það er svona helst þegar íslenska mannssöndin fyrir eitthvað fikt í hlutunum sem eitthvað klikkar. En að þú minnist á Kína, við vorum með 10.000 Kínverja sem heimsóttu Ísland fyrir nokkrum árum. Þeir eru komin á annað 100.000 núna. En þetta eru breski markaðurinn og bandaríski markaðurinn. Þetta eru þeir ferðamenn sem hafa verið verðmætastir. Þeir hafa skilið mest eftir. Þetta er fólki sem eru á skólaur sínum á sunnudagsmorgnum þeir eru að renna eftir þér. Ég sé aldrei
Reykjavík þegar ég labba. Er þið næsta frétt? Já, það eru talandi bólur. Framsókn nú vill hemja bólu Norðmanna í fiskeldinu, sjókvíeldinu. Þeir vilja bara takmarka hversu mikið erlendir ríkisborgarar mega eiga í sjókvíeldinu. Án og Þorsteinn Már forstjóri Samherja sem fann fyrstur að þessu kerfi fyrir mörgum árum í viðtali við mig í Fréttablaðinu. Fannst þetta bara ekkert eðlilegt að okkur finnst í lagi að Norðmenn ættu hér þessi laxeldisfyrirtæki. Það er mér það alveg til skammar. Sérstaklega þegar maður er á Vestfjörðum að mér það alveg til skammar. Það skulle ekki vera bara í eigu að patrísfirðingar sé ekki bara með bæjarútgerð í firðinu sínum. En þetta er samt, sko. Þetta er fyrsta sinn sem við sjáum þetta svona í þinginu. Já. Þannig þeir eru konir og Framsókn ætlar að hafa sérstöðu og reyta því. Ég er með fréttin á Viðskiptablaðinu sem að þið eru með viðskiptafréttir. Þetta er skel sem er gamli skeljungur og eitthvað svona annað dótir í með. Þeir samþykktu að greiða hlutum sinu 6 milljarða og í 2 áföngum. En svo leið og langur tími þannig að þá þurfum við að halda auka alfund til þess að láta það samþykkja seinni hlutan sem eru 3 milljarða. Hvaða 6 milljarða? Það er nefnilega, ég ætla að ræða við ykkur það. Sko. Hvað haldið það 6 milljarða séu mikil peningur sem hefur verið að draga upp úr Shell, sem er bara eitthvað olíufyrirtæki. Það er ein leiðin til þess að átta sig á því hvað upphæðir eru stórar. Það segjum að við myndum að vera 1 milljón á dag. Hvað heldur maður sé lengi að ná sér í 6 milljarða? 16,5 ár. Þannig að þetta eru svo stórar upphæðir sem að þykja bara sagða frá fréttir að eigendur Skeljungs alltaf taka 6 milljarða og þessi alltaf taka 3 milljarða og þessi 7 milljarða. Er einhver lög sem að banna að bara taka bara allt? Þú mátt ekki eyðileggja félagið, sko. Nei, ég er svona alltaf því, sko. Það eru mörk á því að þú mátt ekki taka Þú mátt ekki eyðileggja fyrir. Nei, en hvað er mikið eftir? Mér staðið mjög forhaldið spurning. Menn hafa skrælta, síminn, það voru menn og áttu hann og þeir seldu alla innviðina innan úr honum til einhvers svona fransk sjóðs og eitthvað fleira, þannig að þetta heitir að skræla það innan. Þannig að menn fara mjög hratt í það að skræla það innan og skilja það svo eftir sem svona skel. Þá bæði það að hún getur hrunið, en það er það líka oft að félagin eru svo veikburða að bara í næstu kreppu eða bara í næstu ágjöf að þá munum þau hrynja, sko, þá munum þau bara fara á hausinn því það hafi ekki þrek til þess að En það er vel tilfundið að kalla þetta skel, sko fjárfestingafélagi heitir skelið. Ég held reyndar að þarna inn í skel sé ekki verið að taka allt út þarna er inn í það sem er kallað stundum svona empire building sem að Jón Ásgeir gera, hann var með þess að kaupa hlut í reyndar óbeint í gegnum nokkuð félag í kjötkompæninu og hann er að kaupa alls konar dót. Hann er alveg hann er risin upp. Já, kaupa alls konar. Herðu, það er Madagaskar. Forseti þar, hann flúði land eftir að herinn neitaði að verja hann fyrir uppreisn. Og þetta er orðið fyrirbrigði í heiminum sem er kallað Generation Z. Þetta er fólk sem er fætt svona á ameríska mælikvarða, það er fætt frá 97 til 2012. Áttu ekki börn á þessum? Ég var börn á þessum tíma. Jú, ég á 2. Þetta eru börnin okkar. Þau hafa barnabörnin mín. Þau hafa hrakið stjórnvöld frá völdum í Madagaskar. Voru mjög nálægt í Nepal og það hafa líka verið svona erjur í Marokko. Þannig að þetta er orðið eitthvað svona fenómen, sérstaklega í svona suðrinu, þar sem að krakkar, þau bara neita þeirri spillingu sem að fyrir er. Og þessi í Nepal snýrist þetta allt spillingu og þetta snýrist það að börn ráðafólks voru að mynda sig, þú veist, í einhverjum flottum bílum, að drekka lifa einhverjum svona glanslífi, eins og við sjáum svo kallar áhrifavaldar að reyna að lifa. Og það rísa krakkarnir bara upp og reykja þetta frá sér. Já. Og í þessum löndum er líka oft hlutfall ungra mjög hátt. Ég held að sé meðalaldurinn í Madagaskar sé eitthvað nálægt 20 ára. Þannig að þú verður að vera kurteis við setakynsluna þar. Þannig að það er rent út. Dráhugavert. Heyrðu, munið ekki eftir honum Alex Jones sem er svona
Þeir sem myndin hann, hvað hann er þetta samsæriskenningamæður sem heldur út í podcasti og þáttum í Bandaríkjunum og meðal annars hélt hann í fram að morðin í Sandy Hook skólanum hafi verið sviðsett, það væri allt saman lygi og þau stemdu honum og hann þurfti að borga þeim gríðarlegar skaðabætur. Og þetta mál fór allavega upp í Hæstirétt, þar sem hann er að reyna að losna undan þessu. En Hæstiréttur, hann lætur hann ekki sleppa. Þegar við höfum svolítið verið að fylgjast með því hvort að svona Trump og hans menn, að Hæstiréttur sé að þjóna þeim. Þetta er svona dæmi að það er ekki. Það er ekki búið að kaupa allt. Ég ætla ekki að segja að Reynir Traustason sé Alex Jones Íslands. Nei, en ekki glaðlegri, sko. Nei, næsta frétt er hann. Hann var dæmdur fyrir meiðyrði. Já. Þetta er svona kannski klaufalegt mál þegar maður fylgist með að fara ekki rétt með nöfnin eða taka ranga mann og bera á hann sakir. Já, og einhvers staðar hefði verið hægt að koma móts við þá reiðu í málinu, er það ekki? Og svona... Jú, þetta er svolítið und. Þetta er ekki háar bætur, ég held að það sé 300.000 krónur sem eru skadabætunar, svo þarf Reynir að borga lögmannskostnaði. Já, það er það 1 milljón eða 1,5. Það er alltaf mest. Og það kannski getur verið fyrsta spurningina því að Breki Karlsson formaður Neytendasamtakanna þeir eru komin inn að það er ekki svolítið stór lögmannsreikningur hjá ykkur. Sko, ég sem betur sé ekki fjármáli hjá Neytendasamtakanum en jú. Þú heyrir ópin í gjaldkerfinu þegar það færi. Já, Nei, við höfum notið mikils og góð stuðnings frá verkalýðshreyfingunni og sérstaklega frá VR og BSRB og án þessa hefðu við ekki geta farið í þessa baráttu sem við staðið í núna í 5 ár. Hefur þú fengið þá spurningu í dag hver heildarkostnaðurinn við þetta allt saman er? Ég þori ekki að byrja að reikna, sko. Og þetta er ekki búið því að það eru 4 mál eftir sem er eftir að fara fyrir Hæstarétt. Þetta var mál snýrist óverðtryggða vexti hjá Íslandsbanka. Já. Og niðurstaðan er svo að þeir verða að miða við stýrivexti. Já, í mjög stuttum máli, en í aðeins lengra máli þá snýst það að þeir hafa verið með skilmála sem Hæstiréttur dæmdi núna ólöglega, sem heimiluðu þeim að breyta vöxtum eftir behag, basically. Og Hæstiréttur tekur undir með Neytendasamtökunum og bannar þeim að nota all huglæga viðmið eins og rekstrarkostnað, ávöxtunarkröfu eigenda, fjármagnskostnað, kjarasamninga við félag bankamanna. Já, hitt og þetta svona, bara nánast lántökukostnað sinn. Það gengur illa í einhverjum rekstri hjá bankanum, hækkum bara lánin á húsnæðislánum, vexti á húsnæðislánum. Þetta er bannað og þeir taka allt út og eina sem er hlutlægt eftir í skilmálunum og stendur þá eftir er seðlabankavextir. Það vil svo til að þeir hafa hækkað langt umfram allt mögulegt á svona síðustu 3 árum. Já. Og það er líka fólk sem fór með þetta allavega upp hefur verið með svona tildulega nýtt lán. Já, þetta lán var tekið 2021 í janúar. Þannig að það er ykkur sem er að hlusta okkur sem tók kannski lánið 2015 að hann geti átt vona á að fá eitthvað endurgreitt. Já. Og ég var mjög glaður þegar ég heyrði bankastjóra Íslandsbanka segja að þeir ætla að skoða öll þessi lán, fara yfir þau og reikna út hvað þessi lán sem eru tekið. Þetta er aðalega tímabili líklega frá segjum mitt ár 2018 og til svona 21. Þetta var COVID árin þegar bankarnir sögðu og þetta upphafið að þessu máli alls saman. Þegar COVID er að koma og 2019 og þeir bankarnir segja, við ætlum ekki að lækka vextinn svona eins mikið eins og Seðlabankinn er að gera. Og þá sendu Neytendasamtökin bankunum bréf og við hvað eru þið að miða fyrst þeir eru ekki að miða lengur við Seðlabankavexti. Og það kom nú alls konar svör og sem var til þess að við hófum þennan leiðangur í að laga þetta, að bæta úr þessu það sem við töldum og hefur nú komið í ljós að væri ólöglegt að bara nota bara nánast og þeir voru með orðalag svona eins og meðal annars og svo framvegis sem er náttúrulega algjörlega galið og engin leið fyrir neytanda að lántaka að átta sig á hvernig vextirnir eru að þróast. Málið sem eftir eru þetta bara húsnæðislán þá? Þetta, sko
Þetta húsnæðislán sem við erum með núna, en við teljum þetta geti líka, og þetta er tímamóta dómur að þessu mörgu leyti, því að þannig fyrsta lagi sagt, snýr algjörlega við dómi héraðsdómi sem sagði að væri til einhverja sér íslenska reglur sem umfram það sem væri í Evrópu. Hæstiréttur fann ekki þær reglur. Nei, þær enda eru það ekki til. En það líka í fyrsta skipti er litið til ósanngjarnra samningsskilmála. Það er að segja 37. grein samningslaga sem segir til að samningar skulu vera sanngjarnir. Og það líka innleiðinga á Evróputilskipun og í fyrsta sinn erum við með það og þess vegna teljum við að þetta geti líka átt við aðra samninga, ekki bara fasteignasamninga. Það er náttúrulega vissulega þetta mál lítur að fasteignasamningum eða fasteignalánasamningum, en við teljum að það sé líka önnur lán sem gætu haldið ósanngjarna skilmála. Og þó að sé ekki svona breytilega vexti. Jú, ef þeir eru með breytilega bílalán sem eru svo löng að það eru breytilega vextir. Já, það er lífið og það er spurning, sko. Það er breyta því bara og þetta er eitthvað sem við þurfum núna að fara að skoða. En nota bene, þetta snýri heldur ekki bara að bönkunum, heldur líka að lífeyrissjóðunum. Og meira segir það þannig að í sumum, að því að Hæstiréttur fór yfir þennan skilmála og strikaði út allt huglægt í þessum samningsskilmála. Eftir stóð þetta eina hlutlæga sem er seðlabankavextir. Í mörgum lánasamningum eru engir hlutlæg viðmið. Ekki minnst á Seðlabankann. Nei. Og það var í þessu láni, það var minnst á Seðlabankann í þessu láni. Þannig ef ég er með lán það sem er ekki minnst á Seðlabankann, þá má ekki hækka vextina á mig. Það væri mjög áhugavert og það væri okkar afstaða allavega, en það væri þá mjög áhugavert hvernig bankin líti á. Nú veit ég til dæmis að við erum með til skoðunar eitt lífeyrissjóðslán, þar sem eru engir viðmið, heldur bara nefndarfundir. Og það er bara vaxta ákvörðunar nefnd sjóðsins sem tekur ákvörðun vexti hverju sinni. En Hæstiréttur strokaði ekki við það var ekkert í þessu Nei, ég er að tala annar lán sem það gæti verið að Hæstiréttur segði nefndarfundir, það má. Nei, það er huglægt, sko. Það er ekki, það verður að vera skiljanlegt venjulegu fólki, ekki bara málfræðilega skýrt og rétt, sko, heldur skiljanlegt venjulegu fólki og sannreinanlegt hvernig vextir þróast ef þú ætlar að vera með breytilega vexti. Málin sem er eftir. Vaxta nefndi ykkur í lífeyrissjóði hefur ekkert gildi. Nei, við myndum halda því fram, já. Ég var bara að benda á að Hæstiréttur hafði ekki strokað yfir það atriði. En það var það svo sem ekki í þessum. En málin sem eru á leiðinni, það eru 4 mál. Er það verðtryggt? Við erum með 1 verðtryggt, já, og 2 verðtryggt mál og annað þeirra fór fyrir EFTA-dómstólinn líka eins og þetta, lán sem var tekið eftir 2017. Svo erum við með 3 mál þar sem eru lán sem voru tekið fyrir 2017. Það voru nefnilega kaflaskil, eða lagaskil það tóku ný lög við 2017, ný fasteignalán. En heldur að þessi lán þurfu öll að fara upp eða segja menn bara, við tökum bara nótis af þessum dómi og endurmetum þetta bara allt? Nei, ég held að við þurfum að klára þessi mál, allan þessi 4 og ég meina og svo var aldrei að vita hvernig viðbrögð bankana verða. En þau eru ekki komin fyrir héraðsdóm? Jú, þau eru komin öll og eru öll búin að fá áfrýjunarleyfi til Hæstaréttar, öll þessi 4 mál. En hvernig fjallu dómarnir þá í héraði? Hist og her. Hist og her. Já, en við töpum þessum 3 málum sem voru eldri lánin, við töpum þeim öllum í Landsrétti. En rökin þar fannst okkur vægasagt ekki halda vatni, ekki frekar en þetta lán, ekki mál sem fyrir héraði á sínum tíma og við höfðum sigur í Hæstarétti. Og við teljum að þessi Hæstaréttardómur hann skapi mjög mikið fordæmi og hafi mjög mikið fordæmisgildi fyrir þessi 4 lán sem eftir eru að koma fyrir dóminn. Og það sem maður mun taka við ef maður er að meta eftir daginn, að þá er það þannig að þegar ég fer og tek lán, að þá borga ég stýrivexti pluss 4%. Já, þú getur allavega farið núna og kynntir málin hjá lánveitendum og farið að sjoppa á milli og sagt, heyrðu, þessi er að bjóða best.
Í dag, fram til dagsins í dag, þá hefur getað að segja, sko, þessi að bjóða best í dag, en ég veit ekkert hvað hann að bjóða á morgun. Og þú ert að fara í 30 ára samband við aðila sem þú veist ekkert hvað kostar á morgun. Ekkert gagnsæi. Nei. Það stóra málið, gagnsæi fyrir neytendur og til þess að geta valið á upplýstan hátt, sko. En verður ekki strax daginn eftir bara að ég fer í Arion banka og svo í Landsbankan og Íslandsbanka og það vil svo til að þetta eru sömu kjörin alltaf? Góð spurning. Það getur svo sem alveg verið, en þá getum við allavega litið á það og þá getum við séð, heyrðu, hvað þurfum við að gera til þess að brjóta upp ef menn ætla að stilla sig þannig upp, en sko í dag þá höfum við ekki einu svona yfirsýn yfir það. En því að það spyrir aftur að þessu, að lánasamningurinn sem ég geri, verður hann ekki þannig að það eru stýrivextir plús álag. Vegna þess að ef að þeim megi ekki breyta því nema með hækkun stýrivaxtana, að þá er niðurstaðan raunverulega svo sem ég er að lýsa. Þá verður það bara þannig að þú, að því að þú ert með góða sögu í bankanum, að þú er með 3% álag og hann er með 4% og ég fæ ekki lán og þarf hann til góða. Það er ein sviðsmyndin. Önnur sviðsmynd væri að það væri hægt að nota einhver aðra einhver önnur hlutlæg viðmið eins og millibankavexti eða eitthvað annað, ég veit ekki hvað það væri. En jú, það væri einhvern veginn. En þannig að þú getur þá borið það saman líka þá við á milli banka. Já, ég fæ 2,5% álag hjá þér og hann er að bjóða með 2 og það verður að vera eitthvað sem maður geti lesið úr þessu. Sko. Algjörlega. En bara ekki áður en það komst, þá vorum við sammála um það að þetta væri markverður sigur og hetjur í héraði og bara til hamingju með þetta. En við vorum aðeins að klóra okkur í kollunum yfir því að gengið í bréfum Íslandsbanka skildi bara stór hækka. Sko, já, og það er náttúrulega kannski miðar og nú er ég engin markaðsspekingur sko, ekki, en ef þú horfir á það sko, mánuð aftur í tíman frá því að málsmeðferðin var fyrir Hæstarétti fram til dagsins, fyrir daginn í dag þá hafði gengi bankans lækkað um 4,5%. Núna hækkar það í dag um 2%. Jú, það er, og á sama tíma er búið að tilkynna um einhver sameiningar áform við Skagan sem hefði þá ætti að vera líka til hækkunar. En öllum líkindum er markaðurinn að meta þannig að þessi 21 milljarður sem þau tóku til hlés áttu upp í það ef allt fær á versta veg að dómurinn er ekki svo alvarlegur fyrir þá. Rétt. Það hlýtur að vera málið. Það getur bara mjög vel verið. En það í því felst ekki að þessi að sigra málið. Það er bara allra versta útgáfan, hún kom ekki, En ég meina, en ímyndið ykkur samt, sko, bankinn, hann þarf að fara yfir nokkur þúsund lánasamninga núna og skoða og jafnvel þó hann endurgreiddi 100 milljónir eða 1 milljarð eða það er bara yrðið stórt sko. Ég er ekkert að veit svo sem ekkert en við mögum ekki missa okkur sko í einhverjum líka mikilvægt að almenningur fari og sæki rétt sinn og geti lagt stóru fyrirtæki sem eru alltaf okra okkur. Ég veist þú geti farið í olíufélögin, við vorum aðeins að tala um Skeljung og gríðarlegan arðgreiðslur þaðan út, 6 milljarðar. Ég veit þú geti farið og neitt á til þess að láta bensínverði fylgja heimsmarkaðsverði og olíu sem ekki aldrei. Nákvæmlega. Og þess vegna er svo mikilvægt fyrir samtök eins og neytendasamtökin að geta farið í svona mál. Og við gátum það bara út af stöðningi verkalýðshreyfingarinnar í þessu máli og við verðum að fá einhvers konar bakland til þess að geta farið í og þurfum ekki alltaf að leita til annarra til þess að fjármagna okkar mál. Þannig að það er næsta skref hjá okkur að tryggja einhvers konar málsóknarsjóð neytenda. Já, svo má líka fólk gangi í neytendasamtökin. Algjörlega. Það er fólk sem borgar ekkert í neytendasamtökin sem kannski njóta mest og best af þessu. Já, við nótum þess að öll í dag að hafa komið skikki á lánasamninga bankana. Og eigur þetta líkur, þessi sigur eigur hann líkur á að neytendasamtökin fari kannski bara á fjárlög eins og í nágrannalöndum?
Sömu nágrannlöndum, alltaf í Noregi, það er mestanandi. Já, og Danmörku. Ég veit það svo sem ekki. Skemmir ekki fyrir hugmyndinni? Nei, alls ekki. Ég vona það að einhvern tímann þá verði að fjárhagi neytendasamtökum með þannig að við getum sinnt svipuðu starfi og þau eru að gera í nágrannlöndunum. Ef við horfum við erum 5 starfsmenni hjá neytendasamtökunum á Íslandi. Ef við varum með við höfðatölu og Danmörku, það sem eru 150, þá ættu við að vera 11 á samtökunum, tvöfalt fleiri. Við myndum geta unnið margfalt meira starf í þágu neytenda ef við værum bara 2-3 í viðbót. Við getum lagt stærri karla en þann sem við lögðum í dag, sagði Breki í lókfréttana hjá okkur. Særi þakki Breki og Björn og Sigurjón. Þetta eru lokin á fréttanum okkar. Hérna framundan er rauðaborðið. Ég ætla að benda fólki á sem er að horfa á okkur á YouTube eða á Facebook að það verður að finna nýjan straum. Við ætlum að loka þessu straum en að horfa í sjónvarpinu og hlusta í útvarpinu að þá þetta engar á að gera að hafa rauðaborðið er rétt handa við hornið. Jæja krakkar, þetta er síðasti dagurum minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýju kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.